svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar eru 13 sveitarfélög með liðlega 29.000 íbúa sem eru 9% af íbúafjölda landsins. Á 50 dögum í vetur ætlum við að flakka svæðið og kynnast því sem það hefur upp á að bjóða. Á flakki okkar frá Siglufirði til Bakkafjarðar í dag ætlum við að huga að verkefnum sveitarfélaga, en þau eru ansi mörg og fjölbreytt. Flest eru þau lögbundin, til dæmis heilbrigðis- og byggingaeftirlit, félagsþjónusta og brunavarnir. En stærsta einstaka verkefni sveitarfélagana eru fræðslu og uppeldismál, en alltaf helmingur útgjalda sveitarfélaga fer til þess málaflokks. Við erum með eitthvað tekjustofn upp á 600 milljónir. Helmingurinn af því fer í menntamál og það er náttúrulega til mikils ætlast á okkur. Og það verður að horfa í hverja einustu krónu í svona litlu sveitarfélagi, þannig að verði afgangur. Og verkefnin eru í rauninni brýn. Núna erum við til dæmis að fara stendur fyrir dyrum að fara að byggja leikskóla. Ef við gerum það sem við munum væntanlega gera, þá gerum við ekkert mikið annað næstu 4 árin. Vegna þess að þetta tekur bara það mikið í þessi fjárfesting fyrir okkur. Þetta er 250 milljóna fjárfesting gerir ég ráð fyrir. Og meðan verður bara allt annað að bíða. Þetta er svolítið gremjulegt að horfa upp á þetta vegna þess að það er svo óbúslega mörg brýn verkefni í viðhaldi, í vatnsmálum hjá okkur, í sorpmálum og í ýmsu. Þetta eru svo margir málaflokkar sem sveitarfélag á að sjá. Við erum með hjá okkur, væntanlega eins og öðrum sveitarfélögum, eitthvað 32 mismunandi málaflokka. Og það er að veita fjármunum í þetta allt er þetta að standa undir sér. Hvort sem það er elliheimilið, eða leikskólinn, eða vatnsveita. Sorpmál. Já, sorpmál. Og maður þarf að vera sérfræðingur öllu. Kvótamál við erum í byggðakvóta, við erum að úthluta honum. Það er óbúslega margt sem kemur inn á borð sveitarstjórarinni og til að reka. Sjá íbúana fyrir allri þjónustu og reyna að vera til þjónustu fyrir alla íbúa. Það búum 380 manns hér á svæðinu. Við erum mjög landstórt sveitarfélag. Við erum milli 4.000 og 5.000 ferkílómetrar. Og þannig að það er ágætlega rúmt okkur og algjörlega pláss fyrir fleiri. Og það er náttúrulega með okkur eins og önnur sambærileg lítil sveitarfélög að við reynum að veita þá þjónustu sem stóri sveitarfélögin að gera líka. Það er náttúrulega grunnskóli og leikskóli og tónlistarskóli og við erum að reka íþróttamannvirki. Og svo erum við með áhaldahús sem sér veitunar okkar og það er svona helst að það sem að sveitarfélagið er að reka. Við höfum náttúrulega góða heilbrigðisstofnun sem þá staðsett bæði hér með höfuðstöðvar á Húsavík og síðan á Kópaskeri og Raufarhöfn. Samhliða þessu þá erum við náttúrulega með skóla á öllum þessum stöðum. Við erum með 3 skóla, við erum með 3 slökkvilið, við erum með 3 íþróttasali og svo kollakolli. Að auki þá erum við svo lánsum að hafa framhaldsskóla hér á Húsavík. Sýslumaður er staðsettur hér á Húsavík. Og svo erum við með starfsstöðvar í hinum dreifðu byggðum enda langan veg að fara. Þessu til viðbótar varðandi opinbera þjónustu sem við lítum á, þá er það nú þannig að hér er mikil og rík safnahefð og eru frábær söfn víðsvegar sveitarfélagi. Þannig að sem allt styrkir hvort annað. Þannig að svona í grófum dráttum þá stöndum við nokkuð vel hvað varðar opinbera þjónustu. Bæði á vegum ríkis og sveitarfélag, þó svo að það hafi náttúrulega undanförnum árum hér eins og annar staðar svona aðeins syrti í álinn í ljósi niðurskurðs og slíkt, en þegar uppi staðið þá megum við vera þokkalega sátt. Enda svo þjónustan sem hér er veitt með alveg ágætum. Það er heilmikið af bara lögboðinni þjónustu sem þarf að veita og við erum fyrst og fremst í því, kannski aðeins að fikra okkur lengra en við erum sem með grunnskóla og leikskóla. Við erum búin að sameina þá undir einn hatt, einn skólastjóra. Svo erum við íþróttamiðstöð, sundlaug og íþróttahús og íþróttavöll og þess háttar. Við erum með þjónustu við aldraða, það er að segja að þeir eru með félagsþjónustu hérna hjá okkur. Eða rétt að sagt félagsaðstöður réttar. Og þau svona, eru með það sjálf, stjórna því sjálf hvað þau eru að gera.
Stærðar hagkvæmni við rekstur sveitarfélaga virðist augljós. Verkefni þeirra eru ótal mörg og ljóst að það getur reynst erfitt fyrir smærri sveitarfélag að standa undir þeim öllum. Sérstaðan til dæmis að fámenn sveitarfélag verja mun hærri fjármunum á hvern íbúa til mennta, menningar og æskulýðsmála. Já, veikleikarnir eru náttúrulega þeirra að þetta svæði sem búið að vera í varnarbaráttu í áratugi og þar sem að fólki hefur fækkað og sérstaklega ungu fólki. Og það náttúrulega ljóst að þegar það gerist að það verður erfiðara að halda uppi þjónustustigi. Það verður bæði dýrara og annað en menn hafa lagt sér fram við að leysa þau verkefni. Svona eins vel og hægt Það hefur að vísu komið að því að við höfum þurft að sameina skóla og það eðli málsins samkvæmt ekki auðvelt og mjög eðlilegt að fólk hafi skipta skoðanir á því en það snýst þeirra nærumhverfi. En engu að síður þá hefur það verið gert og sérstaklega ljósið þess að þau börn sem að þar fái meiri tækifæri til að vera í félagsstörfum og hafa samskipti við sína jafnaldra. Þannig að máli hjá okkur það að við þurfum að reyna að snúa þessari þróun við, eðli málsins samkvæmt, ef við ætlum að halda þeirri þjónustu sem nú þegar til staðar. Frá 2005 þá hefur okkur fækkað 50. Frá 85 hefur okkur fækkað 200. Og það segir sig sjálft að það hefur náttúrulega bara verulega áhrif. Og það hefur náttúrulega svona þau áhrif sem við sjáum kannski svona mest og það náttúrulega annars vegar krónurnar í kassan og hins vegar það að börnunum okkur fækkað bara í grunnskólanum og hérna á tímabili þá stóðu frammi fyrir því að við áttum ekki orðið barn í leikskóla. Eða sem væri væntanlegt í leikskóla. Sem betur fer þá hefur þetta aðeins snúist við hvað leikskólan varðar að það að flytja, unga fólkið okkar að flytja heim en þá komum við öðrum vandamáli sem þá húsnæðisvandamál og það mjög erfitt að fá íbúðarhúsnæði hér. Það eiginlega bara nánast ómögulegt. Því miður. Þannig að þó að fólk myndi fá vinnu þá hefur það ekki húsnæði. En þannig að mittið sem að vantaði í okkur í kúrfunni, það aðeins að koma. En því ekkert að leyna. Við erum núna með 37 börn í grunnskólanum og að óbreyttu verður 28 næsta haust. Og þetta bara óheillanvænleg þróun, það verður bara að segjast eins og þetta áhugjefni. Skólinn, hann, hefur staðið sig mjög vel og hefur fengið verðlaun og núna í ár boðið upp á það heilstæðaskóla, það sem sagt þannig að þau fá frá 2 og upp í 4 tíma í mismunandi frístundir, íþróttir eða ýmislegt þess háttar sem að þau pröfa með einhverja 4 stöðvar og þá allir keyrðir heim á sama tíma nema á miðvikudögum, þá elsta deildin keyrð seinna og þeir fá enga svona frístundir eða tónstundir inn í skólatímanum en þau eru náttúrulega eldri og eru farin að velja sig kannski einhver íþróttagrein og þess háttar. Þegar maður skoðar bæjarfélagið eins og maður horfir á Fjallabyggð í dag, þá var tekin svo ákvörðun að sameina þessa 2 kaupstaði eða 2 bæjarfélög á sínu tíma og það hefur kosti en menn benda líka á galla og það hefur ýmislegt komið upp á tímabilinu sem við höfum þurft að vera að takast á við. Stóri kosturinn náttúrulega sá að það og má öllum vera það ljóst að sveitarfélag á stærðargráðunni 1000 manns, það erfitt í rekstri, þjónustulega séð. Því að íbúarnir kalla á ákveðna þjónustu og það var alveg ljóst og mér allavega alveg ljóst að þegar maður skoðar þessi bæjarfélag þau eiga bara þá í erfiðleikum. En með sameiningunni þá verður hér til 2000 manna samfélag og við höfum þar af leiðandi þurft að taka á ýmsum málum varðar rekstur gömlu sveitarfélagana. Svo ég nefni bara dæmi, við vorum með 2 skóla hér á Ólafsfirði, 2 skólahús og sama á Siglufirði og við sáum það í hend okkar
að það þurfti að sameina þessar stofnanir og búa til eitt grunnskólahús á Ólafsfirði og annað á Siglufirði. Þá stóðum við allt í einu og stöndum frammi fyrir því að við erum með 2 byggingar. Hvað átti að gera við þær? Já, við vorum svo lánsum að við fengum menntaskólann á Tröllaskaga í hendurnar og hann var settur niður hér á Ólafsfirði. Við þurftum hins vegar að stækka grunnskólann til þess að þetta gæti orðið að veruleika og sama erum við núna að gera á Siglufirði. Þar erum við að stækka annað skólahúsinu til að koma þeim skóla inn í nútíðina eða varðar greinar eins og handmennt og myndmennt og fleira slíka þætti. Og við þurfum að leggja af skólahúsnæði þar sem stórt og mikið og þá er spurning hvað eigum við að gera við það. En þetta bara talandi dæmi það að þetta þarf að vera til staðar á báðum stöðum en kannski óþarfi að vera með svona margar byggingar til að sinna því. Ýmis verkefni hafa á undanförnum árum fæst frá ríki til sveitarfélaga. Í kjölfarið hafa sveitarfélög oft samvinnu ýmis verkefni. Mörg sveitarfélög hafa líka verið sameinuð og töluvert rætt enn frekari sameiningar. En sameining sveitarfélaga hefur sína kosti og galla. Ég hef nú mikið hlusta á þessa sem í stóru sveitarfélögunum tala þetta, það þurfa að fækka. Ég alveg sammála því. En auðvitað verður alltaf að passa þessa línu, hvenær ertu peðið í stóra sveitarfélaginu? Hvenær missirðu tökin á því sem að skipta máli í þínu samfélagi? Þess vegna held ég að sé gott að svona áþekk sveitarfélög sé að sameinast, en ekki kannski eitthvað rosalega stórt að taka yfir eitthvað minna. Þannig að þið ættu, eins og vorum að tala hugsanlega meira sameiginlegt, þá Þórshöfn og Bakkafjörður með Vopnafirði heldur en endilega Húsavík sem svona næsta sveitarfélag sem miðað við að Kópasker og Raufarhöfn þetta hlutað. Já, fljóttaleiti þá myndi ég segja það vegna þess að ég hef nokkuð það að segja hvað verði skilur við. En það auðvitað bara áþekk atvinnuuppbygging á þessum stöðum og áþekkur bakgrunnur í atvinnulífinu. Fólk sjávarútveginn skiptir samfélag miklu máli. Þetta bæði jaðarbyggðarlög. Fólk þarf að hugsa þetta vegna þess að það sem ætlast til af okkur og ætlast til af sveitarstjórnarmönnum í rauninni að veita alla þessa þjónustu. Og við verðum bara betur í stakk búin til að gera það með meira fjármagni. Nú mikið tala þessar sameiningar og þær þurfi jafnvel að verða einhverjir frekari bara á landinu og þá stundum rætt þetta hvort að það eigi að vera einn stór kjarni sem að minni kjarnar sameinist eða eins og í þessu tilfelli þar sem að 2 jafnvígir kjarnar sameinist og sitt sýnist svo sem hverjum í því en hver svona upplifunin eftir þessa reynslu? Skiptir þetta máli að það ekki annar sem ráðandi, ríkjandi og stærri eða verður þetta hvort sem alltaf átök? Ég held að við komumst aldrei hjá öðru. Þetta verða alltaf einhver átök. Við menntust á grunnskólan. Við vorum með 2 tónlistarskóla í báðum þessum sveitarfélögum. Við vorum með 2 íþróttafélög. Þetta var allt tvennt af öllu. Við erum með 2 sundlaugar hér. Þannig að það svona ýmislegt sem kemur upp. En svo verðum við alltaf að passa okkur á því að upplifun annars verður ekki þannig að það sé frá honum eitthvað tekið. Það eins og ef við myndum til dæmis loka annarri sundlauginni. Ég held að íbúarnir eru nú ekkert heldur hressir með það eða þau þurftu alltaf að fara á milli í sund. Þannig að fólk verður svona að læra inn á þetta og taka tillit til þessara þátta. Fyrst var Húsavíkur bær sameinaður við Reykjahverfi og síðan þann 11. júní 2006 þá var stærri sameining og það var þá Keldunnishreppur, Öxarfjarðarhreppur og Raufarhafnarhreppur og Húsavíkur bær. Þannig að það er búið að vera mikið sameiningar og það rétt, þetta stór svæði og svæðin eru misjöfn í eðli sínu, bæði hvað varðar menningu og ýmsa aðra þætti. Það nú þannig að menn hafa lagt sig fram við að reyna að gera þetta eins vel og hægt en á sama tíma reyna að sjá til þess að menn haldi sinni sérstöðu. En auðvitað það þannig að þessi mál eru skiptar skoðanir. Það ekkert óeðlilegt við það. En ég held að þetta sé nú svona þróunin
hvað sveitarfélög varðar, hvort sem að líka það eru ei og sérstaklega í tilliti þess að það má búast í því á komandi árum að sveitarfélögin taki við fleiri verkefnum og þá það bara þannig að þá þarf meira sérfræði fólk og þá þurfa menn að vera á ákveðinni stærð til að geta veitt á þjónustu sem að sveitarfélögin eiga að veita. En varðandi þessa breytingu sem að orðið hefur opinber þjónusta styrkst eða veikst með þessu? Er erfitt að leggja mark á það? Já, það sko, við höfum haldið út, sem sagt bæði stjórnsýslustöðvum og annað, en vissulega þannig að þegar menn sameinast þá ásist að ákveðin hagræðing. Sko. Þú þarft nú ekki jafn marga allavega í svona á starfsstöðum og annað, þannig að það gerist. Og það þátt að nýta þá fjármuni meiri til annara mála. Þannig að ég myndi segja það, við höfum reynt að halda sjó og það hefur tekist ágætlega. Sveitarfélög í landinu, líkt og hér á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar, að sjálfsögðu ekki eins. Þau eru misjafnlega stór, atvinnuhættir ólíkir og gæði landsins misjöfn. Þetta hefur að sjálfsögðu áhrif á starfsemi sveitarfélagana. Ég var á fjármálaráðstefnu sveitarfélagana, þá sagði Bjarni Beni með þetta varðandi húshitunarkostnaðinn, að við erum á köldu svæði. Þið veljið ykkur að búa þarna. Við veljum okkar að búa hérna. Hér eru gríðarleg verðmæti verið að skapa og við sendum þau suður. En við þurfum að borga langhæsta húshitunarkostnað á landinu, auðvitað fleiri sem búa á köldu svæðum. En þetta svona ákveðið bara réttlætismál fyrir þessi jaðarbyggðarlög sem eru og þessi byggðarlög sem eru á köldum svæðum að fá eitthvað réttlæti í þetta. Og þetta stóru mál þegar hún nefnir að vera á köldu svæði. Ég veit ekki hvort allir átti sig á því, hvað það hreinlega þýðir fyrir byggðarlag. Já, þetta náttúrulega þýðir náttúrulega gríðarlega mikið fyrir hverja fjölskyldu vegna þess að orkureikningurinn yfir hennan kaldasta tíma, hann getur orðið ansi hár. Gerðu þið grein fyrir hvað hann fyrir hefðbundna fjölskyldu? Fyrir svona hús eins og ég í, ég meina, það er 40.000 krónur á mánuði upp undir það rafmagnsreikningurinn. Þannig að það er verulegir fjármunir. Það er verulegir fjármunir, sko. Þannig að, og tala ekki ef þú ætlar að fara að setja upp iðnað eða eitthvað álíka, það er bara dýrt að kynda hér og vera með rekstur. Eitt sem að vakti athygli mína var bara málefni minka og refaveiðar sem eru nú ekki málefni sem að koma inn á borðið hjá öllum sveitarfélögum landsins og ég bara gerði mig ekki grein fyrir að þau væru þetta mikilvæga kostnaðarsöm. Segðu okkur aðeins frá því. Já, þetta sem sagt í rauninni ætti þessi málaflokkur að vera inn á borði allra sveitarfélaga. Þau hins vegar eru náttúrulega bara mismunandi landfræðilega og sumir kannski bara glíma ekki við vandamál ef við tökum það þannig hvað þetta varðar og svo það náttúrulega bara líka þannig að okkur ber bara í rauninni að ráða grenjaskítu, það ekki endilega sagt okkur ber að láta hann hafa hvað að gera. Þannig að þegar harðnaði á dalnum hjá sveitarfélögunum þá skárum við þennan málaflokk niður. En hvað var það ref og minkaveður hjá okkur og þá var þetta mjög kostnaðarsamur málaflokkur og hann fer bara vaxandi og við höfum alveg reynt að skera niður þar eins og í öðrum þáttum í rekstri sveitarfélagsins en þá það þannig að hann bara býtur okkur þá árið eftir og við erum að eyða í það sem við kallum í vargæðingu sem þá minkur og refur og vargfugl, það hrafn og svartbakur. Svona 18–19.000 per íbúa. Á landsbyggðinni fer iðulega fram umræða sem einkennist af því að fjármunur séu skapaðir heima í héraði og sendir suður yfir heiðar og verði í of miklu mæli eftir í höfuðborginni. Hérna komandi hér út í þetta jaðarbyggðarlag að þá ég að gera mig grein fyrir því að hér gríðarleg verðmætasköpun. Það gríðarlega gjaldeyris skapandi samfélag. Lítið atvinnuleysi, allir á fullu, tiltölulega ágætis meðalun hér, en samt getum við ekki gert það sem okkur langar til. Og allt ég farin að standa sjálfur með því, hvert fara þá peningarnir? Fara þá ekki peningarnir bara söður? Eru við ekki bara að styrkja allt fyrir sunnan? Að hluta til má alveg færa rök fyrir því.
nýja veiðigjaldi sem kom á til dæmis. Það ef við deilum því per íbúa hér, þá það 740.000 per íbúa sem leggst á íbúa hér sem fer til samfélagsins. Þannig að ég fann að standa sjálfur með það og segja bara, við þurfum bara að gera meiri kröfur til að fá meiri peninga til að byggja upp okkar samfélag, þó við séum á jaðrinum. Þannig að þú upplifir svo sannarlega þannig að þið séuð að búa til fullt af tekjum en séuð samt að skrimta í innviðum. Nákvæmlega, skilur. Við erum að, ég meina, hérna ekki bara gott dæmi rafmagnslínurnar, skilur. Flutningsgeta rafmagni bara engan veginn næg inn í okkar samfélag. Við getum ekki þróað okkar atvinnulíf eins og margir aðrir bæir á landinu vegna takmarkaðra flutningsgetu. Og maður þarf að berjast fyrir þessu. Við hefum margt rosalega gott gerst í vegasamgöngum yfir frá Kópaskeri og hingað, en við erum ennþá með mjög lélegan veg niður á Bakkafjörð. Og þannig að maður farin að tönglast á þessu og fá þetta hálfpartinn á heilan, þetta þarf að laga, hitt þarf að laga, gera þetta. En við erum auðvitað núna bara, kannski verðum að gera hófstillta kröfur, þjóðfélagið í erfiðleikum, en við erum að gefa helling til samfélagsins. Ríkisvaldið náttúrulega með gríðarleg umsvif á höfuðborgarsvæðinu. Það hefur náttúrulega verið byggt upp bæði stofnanir og annað sem eru mjög tekjuskapandi fyrir það samfélag og það bara gott og vel enda okkar höfuðborg. Og auðvitað þannig, menn við finnst kannski svolítið órættliti í þeirri misskiptingu, það að segja við fáum tiltölulega lítið tilbaka. En engu að síður þá megum við svona þokkalega við una að mínu mati. Og varðandi tilfærslu og verkefni þá hefur við náttúrulega tekið við málefnum fatlara. Reyndar sveitarfélagið Norðþing búið að gera það í næstu 10 ár. Við vorum eitt af tilraunarsveitarfélögum, þannig að það var ekkert nýtt í þeim efnum fyrir okkur. Og við höfum leyst þau verkefni tiltölulega farsællega að mínu mati í samstarfi við önnur sveitarfélög í Þingeyjarsýslum. Þannig að sveitarfélagið hér það þjónustar ekki bara Norðþing. Við erum með skólaþjónustu, við erum ákveðna sálfræðiþjónustu, við komum að skipulagsmálum og ýmis sameiginleg verkefni þar sem að menn nýta það starfsfólk sem hér og það sérfræðiþekkingu sem til staðar. Þrátt fyrir að mikið sé rætt veikleika og ógnir sem stæði að sveitarfélögum á þessu svæði frá Siglufirði til Bakkafjarðar, þá eru líka styrkleikar og tækifæri í hverju horni. Það næstu ekki hægt að ræða við þig að þess að spyrja þig eitthvað út í hvað sé eiginlega gerast í alvörun á Bakka, þó það komi málunum bara ekkert rosalega mikið við. Jú, það nú bara þannig að það kemur bara málunum verulega mikið við. Það er einfalt og í ljósi þess að menn þurfa að halda svona staðreyndunum uppi. Staðreyndin svo, hvað sem líka betur að vera, það á 20 árum þá hafa menn mist næstu því 1/4 af öllum störfum sem hér voru. Og þetta mikið varðandi breytingar í landbúnaði, tæknibreytingar, í sjávarútvegi og síðan í þjónustu. Og það sem hefur náttúrulega verið áhyggjuefni er sérstaklega að hvað ungu fólki hefur fækkað. Og verkefni okkar á Bakka náttúrulega miðast að því að nýta þær auðlindir sem hér eru og þær verða náttúrulega stærstu fjárfestingarnar verða hér á Húsavík, þar sem hér þá eina hafnaraðstaða sem nægilega góð. Og það ljóst að ég segi þegar af þessu verði þá myndast aðra forsendur, ekki bara fyrir Norðurþing, heldur líka fyrir nágranna sveitarfélög. Og það hefur með stöðuleika með tillit til atvinnu, það hefur ákveðin fjölbreytileika sem þetta skapa sér og við eigum og erum svo lánsöm að geta búið til samfélag eða þróa samfélag sem tiltölulega fjölbreytt með að það vera landsbyggðarsamfélag. Við höfum verið að gera gríðarlega góðir hlutir í ferðaþjónustu eins og þekkt all land. Við höfum opinbera þjónustu en þá málið það að þetta hangir allt saman. Og ástæðan fyrir það sem við erum að gera, við erum að reyna að byggja upp samfélag sem eru aðlaðandi fyrir ungt fólk. Það að segja, það þýðir það stöðuleiki og það fjölbreytileiki. Við munum byggja á landbúnaði og sjávarútvegi áfram. Við munum byggja ferðaþjónustu sem hefur blómstrað hér og staðið sig feikilega vel. Það verður orkufrekar iðnaður og síðan opinber þjónusta. Og ef við náum þessu saman, þá það þannig að þetta mun án efa styrkja framhaldsskólann. Þetta mun styrkja lögregluembættið hér, þetta mun styrkja stöðu heilbrigðisstofnun Þingeyinga og svo Kollagolli og síðast en ekki síst, eða vel til tekst, gera sveitarfélaginu kleift að styrkja þá grunnþjónustu, ekki bara hér á Húsavík, heldur í hinum dreifðu byggðum.
Að mínum mati þá sko held ég að sko við getum öll verið saman í friði, annars vegar þeir sem vilja nýta náttúruna og hins vegar þeir sem vilja vernda hana. Og við kannski höfum ekki allir endur sömu skoðunar því hvað vernd og hvað ekki. Og það ekkert endilega ein rétt skoðun á því. Og þannig að sko þegar maður fara að tala svona umhverfismálin í víðu samhengi, að þá svona velti ég því stundu fyrir mér þegar að vera að tala sko umhverfisverndar sinna. Býtu, hver þess umkomin að segja að þín skoðun sé svo rétta skoðun á umhverfisvernd? Þó að þú hefur ekki sömu skoðun á einhver annar. Þannig en ég held að sko við getum alveg öll farið saman og við getum verið hlið við hlið og ég held að það að nýta náttúruna alveg sama hvaða hluti það og vendana það áalveg geta saman, farið saman. Og það stundum svona stilt upp, finnst mér að það oft verið að stilla upp sko ferðaþjónustu náttúruvernd sem andstæðum eða sem sagt, orkunýtingu sem andstæðum. Og ég bara ekkert sammála því að það get ekki farið saman. Og við sjáum til dæmis bara að við tökum Kröflu sem dæmi og þá sem að heimsækja gestastofun í Kröflu. Þarna finnst mér að þetta fari alveg prýðilega saman. Þetta náttúrulega kannski á ekkert rétt á sér allstaðar, en þetta getur alveg farið saman og við eigum alveg að geta verið, sátt hlið við hlið og bæði nýtt og vernda.